Þá ætla ég að biðja varaforseta að taka við stjórn á fundinum og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér á dagskrá umsögn Blöndulínu 3 og mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar. Og ég að hugsa að lesa þetta bara allt saman upp hérna þó að við séum þetta með þetta fyrir framan okkur. Að ég legg til hérna smá viðbót inn í umsögnina frá því sem kom frá skipulagsráði. Skipulagsráð hefur móttekið erindi Skipulagsstofnunar dagsett 24. mars síðastliðinn þar sem farið fram á að Akureyrarbær veiti umsögn mat á umhverfisáhrifum framkvæmda við Blöndulínu 3 frá Blöndustöð að Akureyri. Í matinu farið yfir 18 valkosti á línuleið og áhrifasvæði framkvæmdanna skipt upp í 3 svæði, A, B og C. Í þessari umsögn verður eingöngu fjallað niðurstöðu matsins varðandi svæði innan lögsögumarka Akureyrarbæjar sem innan svæðis C. Valkostir. Aðalvalkostur Blöndulínu 3 innan Akureyrar að línan verði reist í loftlínu og liggi meðfram línustæði Rangárvallalínu 1 frá sveitarfélagamörkum í norðri að núverandi tengivirki að Rangárvöllum. Til viðbótar metin áhrifum 2,3 km jarðstrengskafla innan þéttbýlismarka í Kræklingahlíð við Akureyri að tengivirki að Rangárvöllum til samræmis við stefnu stjórnvalda lagningu raflína. Umsögnin. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar vill koma eftirfarandi á framfæri mat á umhverfisáhrifum Blöndulínu 3. Landnotkun. Hvað var landnotkun? Akureyrarbær langstærsta þéttbýli landsins utan höfuðborgarsvæðisins en jafnframt landlítið sveitarfélag. Til að tryggja áframhaldandi uppbyggingu bæjarins til framtíðar mikilvægt að ekki sé farið í framkvæmdir sem geta takmarkað nýtingu á byggingarhæfu landi til lengri tíma. Með nýrri 220 kV háspennulínu alveg að tengivirki á Rangárvöllum í háspennumöstrum verið að takmarka nýtingu á landi norðanmegin við Rangárvelli, vestanmegin við Giljahverfi til næstu áratuga og jafnvel lengur. Umrætt svæði í gildandi aðalskipulagi ekki skilgreint sem byggingarsvæði en þess ber að geta að núverandi aðalskipulag nær eingöngu til ársins 2030 en áhrif nýrrar háspennulínu munu vara í marga áratugi. Við mat á áhrifum línulagnar og landnotkun því ekki eingöngu hægt að líta til gildandi skipulags, heldur verið frekar að meta áhrif þess á byggingarhæft land. Og nú kemur viðbót sem við leggjum til hérna verið bætt við þessa umsögn til viðbóta því sem skipulagsráð hafði lagt fram. Það hljóðar svo, þegar metin sá kostur að setja loftlínu fram yfir jarðstreng fyrst og fremst verið að líta til framkvæmdarkostnaðar í matsskýrslu Landsnets. En ekki að línustæðið eina loftlínustæðið í þéttbýli. Akureyrarbær telur að í matsskýrslu sé ekki hugað nægilega vel að öðrum kostum með tilliti þess að í framtíðinni geti verið skipulagt íbúðahverfi við línustæðið vegna lítilla landkosta sveitarfélagsins og að línustæðið innan þéttbýlismarka samanber dómur Hæstaréttar nr. 575/2016. Síðan komið að öðrum lið í þessari umsögn sjónræn áhrif. Mikill munur á sjónrænum áhrifum vegna nýrrar 220 kV línu á stálröramöstrum eða veðruðum 132 kV og 11 kV tréstöramöstrum. Flutningur á tengivirki frá Kífsá að Rangárvöllum þrefaldar lengd Blöndulínu innan þéttbýlismarka Akureyrarbæjar. Og í þriðja lagi að hávaða, gera má ráð fyrir að hávaði innan svega vindgnauð sé meira frá stærri línum, möstrum, sem gæti haft neikvæð áhrif á íbúa næst línunni. Bæði núverandi íbúa í Giljahverfi og íbúa í mögulegu nýju hverfi vestan þess. Samantekið að þá það eindreginn vilji bæjarstjórna Akureyrarbæjar og stefna að Blöndulína 3 verði lögð í jarðstreng frá tengivirki við Rangárvelli og út af sveitarfélagamörkum við Hafnarfjarðarsveit. Eða eins langt og mögulegt það í samræmi við stefnu stjórnvalda í uppbyggingu flutningskerfa samanber þingsályktunartillögu nr. 26/148 sem á aðalskipulag Akureyrarbæjar 2018-2030. Og þessi umsögn þá með þessum breytingum lögð hér fram til samþykktar, auk þess langar mig til þess að lesa hérna upp bókun fyrir hann þá bæjarstjórnar. Og nú þarf ég aðeins að þau gefa mér örlítið svigrúm og bókunin þá hljóðar svona.
Bæjarstjórn samþykki framleiða tillögu að umsögn með þeim breytingum sem ræddar eða hefur hér verið bætt við og ræddar voru á fundinum. Bæjarstjórn gerir athugasemd við að í umhverfismatsskýrslu séu áhrif loftlína á vistgerðir, fuglalíf, hljóðvist, ásýnd og útsýnsupplifun mögulega vanmet. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Einarsdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið laust. Næstekunum máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem til með að styðja þessa tillögu og þessi umsögn. Það sem að við erum nýbúin að skipuleggja þarna Móahverfi sem í nálægð við þetta og við erum ekki landmikið sveitarfélag, þannig að við ætlum að horfa til framtíðar og vonandi kemur það skipulagsráð sem að tekur við á þessu skipulagsráði sem starfa nú að fer í þá vinnu að skipuleggja framtíðarbyggð og horfa lengra fram í tímann heldur en við höfum gert hingað til og þá horfum við til þessa svæði sem þarna í kring og ég tel það bara mjög mikilvægt að á þessum kafla þá fari þessi lína í jörðu til þess að hafa ekki áhrif á byggingalandið okkar þarna á þessu svæði. Bara svo að þið ítrekka. Takk. Það var bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Þessi fleiri ekki hvað sé hljóð sem þið geta samþykkt þessa umsögn og bókun bæjarstjórnar gefur merki. Það eru 11.